Komið sæl og velkomin í Grænvarpið. Gestur þáttarins engin annar en Úlfar Linnett, hjólreiðamaður, uppistandari en líka forstöðumaður viðskiptaþjónustu hjá Landsvirkjun. Velkomin Úlfar. Takk fyrir. Hvað ertu búin að starfa lengi hjá Landsvirkjun? Ég held að sé komin 18 ár núna. 18 ár? Já. Það er töluvert langur tími. Það er bara frá útskrift. Ég held ég að verið yngsti starfsmaður fyrirtækisins á þeim tíma þegar ég var á hann. Já, það er svona rétt eitthvað fermingaraldur þá. Eitthvað svo leis, rétt rúmlega. Það er ýmislegt sem að mig langar að biðja þau að útskýra fyrir okkur hér í þessum þætti og sérstaklega hvað varðar raforkumarkaði. Tveir þeirra fengu samþykki yfirvalda núna í desember síðastliðnum og margar spurningar sem að hafa vaknað í kringum það. En ef við byrjum bara á svona grunnatriðinu, af því að þú sér viðskiptaþjónustu Landsvirkjunar, ertu til að fara bara yfir það hvað Landsvirkjun selur, af því að það er verið að tala alls konar vöruflokka og fyrir okkur flestum, þá er rafmagn bara rafmagn. Hvað selur Landsvirkjun, hverjum og hvernig? Já, Landsvirkjun selur bara rafmagn og bara frá upphafi þá hefur selt stærstan hluta þess til stóriðu. Það er sér viðskiptaðinu sem að nota mjög mikið rafmagn og þurfa að hafa fyrirsjáleika í sínum raforku viðskiptum bara til þess að styðja við sinni rekstur. Og síðan er það sala til heimila á smærri fyrirtækja og það er minni hluti sölunar, það er 15% af sölunar hjá Landsvirkjun, 20% held ég að heildarmarkanum á Íslandi, en það hefur náttúrulega alltaf verið forgangsmál að selja inn á þann marka líka. En Landsvirkjun selur ekki beint? Selur ekki beint, nei. Það er þegar ég var lítill þá fór ég stundu fyrir mömmu og borgaði rafmagnsreikningin hjá Rafveitu Hafnarfjarðar sem að keypti orku af Landsvirkjun. En síðan með breytingu sem raforkulögum sem tók gildi byrjun árs 2005 að þá fluttist raun og veru raforkusalan til sölu fyrirtækja og Rafveiturnar bara heyra sögunni til núna. Og þannig að það er almenningur og smærri fyrirtæki kaupa sér af sölufyrirtækjum. Landsvirkjun er ekki sölufyrirtæki, en selur hins vegar sölufyrirtækjunum raforku sem þau selja síðan áfram í smásölu. Þegar Landsvirkjun tekur ekki þátt á smásölumarkaði. Og þessi sölufyrirtæki, þau er ekkit endilega að framleiða rafmagn? Þau þurfa þess ekki, nei. Sum framleiða rafmagn og önnur gera það ekki, kaupa raun og alla sína orku og selja hana áfram til heimila og smærri fyrirtækja. Og þá komum við að því, hvernig hefur Landsvirkjun, nú eru komin þessir raforkumarkaðar, en hvernig hefur Landsvirkjun selt þeim þessu orku? Er bara svona verðskrá og segir ég ætla að fá svona mörg megavött? Já, vissan hátt hefur það verið þannig sko. Þannig að þessi Landsvirkjun hefur verið með selt sem kallar í heildsölu. Það er þá samningar sem að eru er svona nokkuð magn raforku selt í stökum samningum til sölufyrirtækja og raunurinn raforkumarkaðin hefur byggt á því að aðilamarkaðir sem þá sölufyrirtæki og Landsvirkjun geti selt sín og milli orku í samningum. Þegar raun og bara frjálst val hvernig þessi samningar eru og Landsvirkjun hefur selt verið með svona 4 vörur til sölu til þess að mæta þörfunum. Það er þá svona grunnorka sem er samningar sem hafa verið til 1 árs eða lengur, svona mánaðarblokki til þess að mæta því hvernig álag breytir þetta milli sumars og veturs, breytilorku sem að mætir því hvernig álag breytir þetta milli dags og nætur og síðan svona skammtíma sem að mæti því sem að er ekki alveg fyrirsjáanlegt og kannski skýrist ekki nema með skömmu fyrirvara. Þannig raun og veru að vörurnar bara þegar eru byggðar saman þá er það að mæta raun og svona heildar þörf, svona almenna notenda. Já, þetta er fyrst og fremst bara hversu langt fram í tíman í rauninni þú ert að kaupa rafmagnið. Já, hvernig eins og bara á mínu heimili að nota ég eitthvað nóttina, ég nota lítið, ég nota meira á daginn heldur á næturnar og ég nota alveg pottet meira á veturna heldur á sumrin. Þannig að til þess að mæta bara þessum þörfum og þá eru að vörurnar raun og vera aðlagar að því. Og það er þannig, það hefur bara verið verðskrá og sölufyrirtækin segir bara ég ætla að panta svona mikið. Sko Landsvirkjun hefur haft þá nálguna að
bjóða sölufyrirtækjunum öllum sömu tækifæri til að kaupa raforku Landsvirkjun. Þannig að þau geti keppt sín á milli í smásölu. Það sé keppt það að bjóða heimilum og smærri fyrirtækjum sem best kjör. Og þannig að Landsvirkjun hefur boðið sölufyrirtækjunum á hverjum tíma raforku til sölu. Allir hafa séð sama verð sem Landsvirkjun bjóða haft sama tækifæri að gera slíka samninga. Og jú, það hafi verið kannski ekki alltaf verið nákvæmlega sama fyrirkomulag á sölunni, en svona almennt séð hefur verið ár fram í tíman, svona nokkuð fyrirsjáanleiki og öll verðin hafa birst á vef Landsvirkjunar fyrir viðskiptavinni Landsvirkjunar, sem þá ekki heimasíða Landsvirkjunar, hún fyrir alla, heldur á sem sagt viðskiptavef. Sérstökum viðskiptavef fyrir sölufyrirtækin. En þá komum við kannski að kjarnamálsins sem eru þessi raforkumarkaðir, það Vonarskarð og Elma, dótturfyrirtæki Landsnets, sem bæði að taka til starfa og að prófa sig áfram í þessu. Hvernig virka þá þessi markaðir? Geturðu útskýrt það fyrir okkur í svona tiltölulega stundum máli? Sko, það har alltaf verið, það har búið að vera raforkumarkaðir og það er búin að vera raforku viðskipti, en þau eru byggt á því að tveir aðilar hafa gert á milli sín samning þau viðskipti. Munurinn núna sem sagt að sko, sem svolítið merkilegt að því að þetta það er 2023 sem fyrstu leyfi til að reka skipulega raforkumarkaðir eru gefin út og það var sko 2005 sem að raforkulögum var breytt. Þannig að það liður nú 18 ár þangað til að fyrstu aðilarnir fengu leyfi til að reka skipulegan raforkumarkað. Þannig að það er svolítið stórt skref. Og hvað er skipulegur raforkumarkaður? Það þýðir að sá sem að rekumarkaðurinn býr til vettvang þar sem allir sem vilja kaupa og selja raforku mætast á sama tíma með sín sem sagt, sölu og kauptilboð og byggt á þeim ákvarðast sem sagt markaðsverð og hver eigi viðskiptum. Og þetta er svolítið breyting frá því sem var af því að þarna raunuru sem sagt bæði náttúrulega koma allir saman til að eiga viðskipt á sama tíma og annað sem er mjög mikilvægt að niðurstaðan að hún er opinber. Já. Þannig að allir aðila markaðarins hafa raunuru upplýsingar niðurstöðuna, þeir vita ekki hver átti viðskipti við hvern, en þeir sjá niðurstöðuna, þeir sjá markaðsverðið, þeir sjá frambúðið, þeir sjá eftirspurnina. Þannig að raunur miklu meiri upplýsingar sem að koma fram í þessu markaðsfyrirkomulagi heldur en koma fram í þessu tvíhliða fyrirkomulagi sem er sko ennþá í gildi. Það er ekki sem að segir að þetta þurfa að vera annarkvort eða. Nei, það er ekki búið að loka fyrir það. Það er ekki búið að loka fyrir það. Það er alveg heimilað eins og það var bara frá 2005 og er heimilað þetta í dag. En hins vegar þá skapar þetta svona vettvang og hugmyndin alltaf er líka að auðvelda aðilum að eiga viðskipti eða viðskiptum. Af því að það er náttúrulega vinna eða með eitthvað til að selja, að þá er það vinna að selja það, en þannig er búið að búa til vettvang til þess að auðvelda það að aðila nái saman. Hver er munurinn á þessum tveimur mörkuðum? Vonarskarði og Elmu? Sko, Vonarskarð og Elma fengu bæði leyfi frá ráðherra. Vonarskarð hóf sem sagt rekstur og opnaði raforkumarkað í apríl á þessu ári. Elma er ennþá að vinna undirbúningi á sínum markaði. En var samt með útboð á dögunum? Var með útboð, það telst ekki vera skipulegur raforkumarkaður af því að það er einn aðili sem sagt Landsnet var að kaupa raforku. Þannig að það er ekki þar sem að margir koma saman til þess að kaupa og selja, heldur einn sem er bara ósk eftir tilboðum í sín raforkukaup. Þannig Elma hefur ekki hafið sko starfsemi á skipulegum raforkumarkaði en horfir til þess að gera það á næsta ári. Vonarskarð hefur er raunum með 3 vörur sem viðskiptir það er grunnorka sem er svo ársblokkir, mánaðablokkir sem er þá sem sagt första afhending 1 mánuð í senn og síðan svona klukkustundavara sem er á hverjum föstudegi fyrir næstu 30 daga. Elma hins vegar að horfa í að vera með sem kallað næstadagsmarkaðar, þar sé að þá eru aðilar
geta átt í sendin kaup og sölu tilbúð fyrir afhendingu á morgun. Já. Þannig að það 1 dag fram í tíman. Þannig að, og þetta var náttúrulega merkilegt að það liðu 18 ár þannig til að gefa út leyfi til að reka skipulegan raforkumarkað og það eru 2 leyfi sem eru veitt, en hins vegar að maður horfir í hvers konar markaðir þetta eru, það eru mjög ólíkir. Þannig að það er ekki Það er alveg pláss. Það er plássa því að það er svo mismunandi þarfir í viðskiptum, þannig að það getur, það er ekkit og raun og raforkumarkaðir svo þekkjum það í Evrópu eru samsettir af fjölmörgum þáttum og náttúrulega margir markaðir líka. Já. Þannig að En það sem ég hef orðið vör við er líka áhyggjur fólks af því hvað áhrif þetta hafi bara á verð til neytenda. Er verið að fjölga milliliðum, verður þetta til þess að verð hækkar? Það er náttúrulega búin að vera raforkumarkaður, þar sem aðilar eiga í viðskiptum, það er ekki að breytast, það er að vera að stækka tækifærið þeirra til þess að stunda viðskipti, sem ætti að skapa tækifæri fyrir bæði kaupendur og seljendur, og raforkumarkaður sem virkar ætti að vera endanótendum til hagsbóta, vegna þess að með raun og veru betri eða auðveldari viðskiptum að þá nái aðilar frekar saman viðskipti á kjörum þar sem bæði kaupandi og seljandi er ánægður með niðurstöðuna. Og varðandi milliliði eða þjónustu kostnað, að þá er eins og kostnaðurinn á Vonaskarði það er mjög hagkvæmur markaður. Hann er það er verslað með grunnorku og mánaðarblokkir einu sinni í mánuði og stundarhamagn einu sinni í viku. Þannig tíðni viðskipta er bara í takti umfang stærð raforkumarkaður á Íslandi og viðskiptakostnaður er mjög lágur í samanburði við viðskiptakostnað sem við þekkjum almennt bara úr korta viðskiptum eða öðrum svona kerfum sem er í gangi á Íslandi. Ég held ég verði líka nefna raforku öryggi af því að það var nú ekki lítið rætt það sérstaklega núna bara fyrir áramótin og rætt orkuskort og hvernig sé hægt að tryggja það að heimili og smærri fyrirtæki sem eru nú 99,9% raforku notenda hafi tryggan aðgang að raforku af því að það er ekki til lögum sem tryggir það í rauninni. Breytir raforkumarkaðurinn einhverju þarna þessi skipulagði raforkumarkaður? Eins og nefnum þá var ekkert í lögu sem tryggir það. Þannig að það er heldur ekki raforkumarkaður tryggir raforku öryggi heimila og smærri fyrirtækja. En hins vegar þá skapar hann tækifæri til þess að eiga í viðskiptum lengra fram í tíman og það sem það þýðir er að það er aukið raforku öryggi gefið að viðskiptin eigi sér stað lengra fram í tíman. Auðvitað markaður er bara svona verkfæri. Þannig að alltaf þeir sem beita verkfærinu sem þurfa að nota þetta í góðra hluta og eitt tækifæri er að tryggja raforku fyrir heimili og smærri fyrirtæki lengra fram í tíman og skapa líka fyrirsjáanleika í verðum. Það er líka atriði sem skiptir notendamáli. Við erum nú tryggjum raforku í Íslandi með því að hafa álaga kerfið ekki, ég ætla ekki að segja lágt, en þó þannig að það rennur vatn framhjá í mjög mörgum árum. Já. Og til dæmis síðasta haust, þá rann 1,6 terastund framhjá fyrir austan. Það var ekkert að flytja hana suðvestur vegna flutningstakmarkana, en að heildarálagi 20, hann 1,6 rann framhjá. Það er svolítið mikið. Þannig að við höfum bæði þá sérstuð að við tryggjum okkar raforkuöryggi á sérstakann hátt, það er að segja með því að halda álaginu svona innan marka. En síðan höfum við ekki þann kost sem er hjá nánast öllum öðrum þjóðum og öllum svona stórum raforkukerfum sem þið þekki til. Það er að segja að þetta flytja eldsneyti inn í kerfið með því að brenna meira gasi eða kolum.
Ættu að koma okkur upp hérna einhver gasorkuveri til þess að geta kveikt og slögt? Ég held að við höfum enga ástæði til þess og hérna MIT vann skýrslu raforkuöryggi á Íslandi fyrir núna nokkrum árum síðan og ein niðurstaða þeirra skýrslu var að við hefðum kosti til þess að vinna græna orku. Þeir kosti væri betri heldur en að fara að koma upp jarðefna að vinna raforku með jarðefnaeldsneyti þrátt fyrir að það væri bara fyrir svona neyð eða einhverja sérstakar aðstæður. Það var ekki ástæði þess. Nei. Og ég tala ekki bara, þetta ekki grænvarpið? Þetta grænvarpið? Já. Ég spurði bara hvort það væri mikil sóun fólkin í þessu en hérna ég held að það væri nú mjög takmörku stemning fyrir því hérlendis. Ég held að ætti að vera síðasta úrræðið og alltaf við erum í þeirri stöðu sem að flest ríki vilja komast í. Já. Að það er að vera með græna raforkuvinnslu og við stefnum á að sækja lengra það ekki og bara útrýma allir í eldsneytisnotkun á landinu. Það er markmiðið. Þannig að ég er horfið þangað allavega. Til landstíma. En ef við drögum þetta saman að sko Landsvirkjun hefur verið að prófa sig áfram, að taka þátt í vonaskarði og svo framvegis. Þú lítur á þessum framfara skref, ekki satt? Þetta var þetta er nýtt tækifæri og þannig að það bætist við þau tækifæri sem voru fyrir til raforkusölu. Öll sölufyrirtæki voru raun og veru búin að skrá sig til þáttöku hjá vonaskarði þegar Landsvirkjun gat ekki komið inn strax að það voru skerðingar í gangi. Þannig að raun og veru aðilar sem voru að starfa á heildsölumarkaði voru sammála að þetta væri góðu vettvangur og þannig ég held að það sé sannarlega tækifæri. 18 ár hjá Landsvirkjun, það er alveg slatti. Ég veit alveg að við gert ýmislegt svona til hliðar með fram starfinu. Af hverju endaru hér fyrir 18 árum? Það var, mér fannst mjög magnað að lærði það eins í starfi sem var þessu ótengt en hvernig flókið að stýra svona vatnsaflskerfi og einhvern veginn kannski, ég ætla að segja, töfrarnir eru að náttúran stýrir þessu öllu. Þannig að við erum með raforkukerfi, þetta er eitt af mikilvægasta kerfið bara í samfélaginu en það er algjörlega drifið áfram á náttúrunni. Það er bara hvað rennur inn til vatnsaflsvirkjana, hvað gufa kemur upp og mér fannst það strax mjög heillandi. Síðan bara búið svo gaman að vinna á Landsvirkjun þannig að ég bara haldið ótrúður áfram og fengi að prófa ýmsa hluti. Frábært. Kæra þakki fyrir að skýra þetta allt saman út fyrir okkur, Úlfar, og meður bara vera hér sem allar lengst. Og þannig lýkur þessum þætti Grænvarpsins. Við verðum hér bara í næsta mánuði eins og alltaf.